Einungis 6 ný kórónuveirutilfelli greindust í gær og hafa ekki verið færri í rúman mánuð. Fólk leitar í auknum mæli til heilsugæslunnar vegna ótta og kvíða. Johns Hopkins háskólasjúkrahúsið í Bandaríkjunum rannsakar nú hvort íslensk uppfinning geti dregið úr líkunum á því að COVID-sjúklingar þurfi öndunarvél. Samdráttur í sölu á tískufatnaði vegna faraldursins hefur leitt til þess að milljónir verkafólks í Bangladesh eru nú án vinnu. Alþjóðlegar verslunarkeðjur hafa hætt við pantanir og saumaverksmiðjum verið lokað. Biðlistar eru farnir að myndast í sjúkraþjálfun en starfsemin hefst á ný í maí. Rakari býst við mikilli vertíð. Til stendur að fara í nýjar aðgerðir til að koma í veg fyrir olíuleka úr breska tankskipinu El Grillo sem þýski flugherinn grandaði í Seyðisfirði í seinni heimsstyrjöldinni. Gott kvöld. Dæmi að fólk af erlendum uppruna sem búsett hérlendis hafi komið fárveikt af COVID inn á heilsugæslustöð án þess að gera sér grein fyrir því að það væri með sjúkdóminn. Forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir mikilvægt að koma upplýsingum til þeirra sem ekki tala íslensku þjónustuna sem sé í boði. Símtölum til heilsugæslunnar frá fólki sem finnur fyrir ótta og kvíða hefur fjölgað undanfarið að sögn forstjórans. Hann hefur áhyggjur af því að fólk af erlendum uppruna hafi ekki nægar upplýsingar farsóttina. Sérstaklega það erfiðara þegar fólk hefur ekki þessar upplýsingar, talar ekki tungumáli og ekki mikið á samfélagsmiðlum og kemur síðan inn mjög veikt og þá komið hann ákveðin hætta á smiti sem hefur reyndar ekki komið upp á. Við höfum ekki, okkar starfsfólk hefur ekki smitast við slíkar aðstæður, né heldur aðrir sem hafa verið á stöðunum, ekki starfsmenn eða þeir sem hafa verið í biðstofunum. Það hefur ekki orðið smit, en þetta hefur komið fyrir nokkrum sinnum. Það hefur komið fyrst fólk inn sem var smitað af COVID? Já, til dæmis foreldrar með háan hita og að fara með ungbarna eftirlit, eða bara fólk sem mjög veikt og áttar sig ekki alveg á því að það sé þessi sjúkdómur. Einungis 6 greindust með sjúkdóminn hérlendis síðastliðinn sólarhring, 4 á höfuðborgarsvæðinu og 2 á Vestfjörðum. Hlutfall jákvæðra sýna á Landspítala var 1,37% og hefur ekki verið lægra frá 29. febrúar. Sýni hafa verið greind úr yfir 41.000 manns eða næstum 12% allra landsmanna. 28 eru nú á sjúkrahúsi, 4 á gjörgæslu og 2 í öndunarvél. Sá sem lést í fyrradag af völdum sjúkdómsins var á 70-aldri. Af þeim 9 sem hafa látist voru 3 á níræðisaldri, 3 á áttræðisaldri, 2 á 70-aldri og 1 á fertugsaldri. Fjölmennasti aldurshópur þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn á bilinu 18 til 29 ára. Við veit ekki hvort að menn að fara óvarlega eða hvað það en hvetja þann hóp til þess aðeins að hugsa sinn gang. Þetta honum fjölmennasti hópurinn sem hefur veikst, þannig að þið þurfið aðeins að passa ykkur betur. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir skiljanlegt að fólk mótmæli lokunum og samkomubanni vegna COVID-19. Sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum segir undarlegt að sjá forseta hvetja til lögbrota. Donald Trump hvatti til þess á Twitter í gær að 3 ríki yrðu frelsuð, Virginia, Minnesota og Michigan. Í öllum 3 eru ríkisstjórarnir demókratar og þar hafa farið fram mótmæli gegn takmörkunum sem settar hafa verið til þess að hefta útbreiðslu COVID-19. No, these are people expressing their views. I see where they are and I see the way they're working. They seem to be very responsible people to me. But it's, they've been treated a little bit rough. Silja Bára Ómarsdóttir, sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum, segist ekki muna eftir því að forseti Bandaríkjanna hafi áður hvatt til borgaralegrar óhlýðni. Það ekkert sem að bannar forsetanum að tísta eða segja það sem að honum sýnist. En það auðvitað mjög undarlegt að sjá forseta hvetja til lögbrota eða brota á neyðarástandi, gegn neyðarástandi í þessum kringumstæðum. Hins vegar sé stutt í kosningar og erfitt að reka kosningabaráttu í þessu ástandi. Og hann beinir þessum tilmælum til kjósenda í ríkjum sem eru mikilvæg fyrir hann að sigra. Þannig að hann svona að reyna að keyra upp sitt fylgi í þessum ríkjum.
Þannig að Trump að nýta sér þessa stöðu til þess að halda athyglinni á sér, rétt eins og hann tókst að gera 2016 með mikilli fjölmiðlaumfjöllun. Silja Bára bendir á að ríkisstjórar hafi sett á takmarkanir samkvæmt tillögum frá Hvíta húsinu. Þannig að þetta líka mjög sérstakt að vera á aðra höndina að segja fólki, að segja ríkjunum að það þurfi að fara í aðgerðir og á hinn bóginn að segja almenningi að fylgja ekki þeim aðgerðum sem að ríkin eru að grípa til. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að 35.000 manns verði á hlutabótum í byrjun sumars. Nú þegar hafa rúmlega 33.000 umsóknir borist. Hagfræðingur ASÍ vonar að verslun og þjónusta taki við sér þegar létt verður á samkomubanni. Þetta kemur fram í mars-skýrslu Vinnumálastofnunar sem birt var í gær. Í síðasta mánuði voru að auki 14.200 á almennum atvinnuleysispótum og mun þeim fjölga mikið í apríl, segir í skýrslunni. Hagfræðingur ASÍ segir að tölurnar sýni hve mikilvæg hlutabótaleiðin sé, því stór hluti þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá eru enn í ráðningarsambandi við sinn atvinnurekanda. Þetta verður ennþá svartara og talsvert mikið svartara núna í apríl. Svo vonandi fer nú að birta til svona örlítið þegar kemur inn á vorið og sumarið og vonandi svona starfsemi verður komin í fullan gang að minnsta kosti að hluta til og svona framkvæmdir fara á stað og svo framvegis. En auðvitað höfum við áhyggjur af því að mjög stór hluta þessum þarna birtist okkur kemur út úr ferðaþjónustunni og þar óvissan auðvitað mikil. Henný segir að atvinnuleysistölur endurspegli nokkurn veginn vinnumarkaðinn hvað varðar kynja hlutfall og hlutfall útlendinga. Atvinnuleysi sé að aukast á öllu landinu þótt Suðurnesin standi upp úr auk Suðurlands og höfuðborgarsvæðisins. Þótt mesta atvinnuleysið tengist ferðaþjónustu séu einnig uppsagnir í öðrum greinum, ýmist vegna afleiðinga faraldursins eða í afleitum greinum ferðaþjónustu. Hún á von á því að greinar á borðið verslun og ýmsa þjónustu verði fyrstar til að taka við sér á ný. Og þar sem kannski ekki alveg beintegt ferðaþjónustunni heldur frekar þá hömlunum sem hafa verið settar á vegna veirunar. Auðvitað gerum við okkur vonur að það muni koma tilbaka og svo eins og ég segi svo auðvitað þegar svona hefðbundnar sumarframkvæmdir fara á stað og svo auðvitað hafa stjórnvöld boðað auknar fjárfestingar á ýmsum sviðum og það vonandi skilar sér svona inn á sumarið og haustið. Atvinnuleysi hefur aukist í öllum landshlutum en það kemur harðast niður á þeim sveitarfélögum sem reiða sig mest á ferðaþjónustu, eins og hér á Suðurlandi. Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerði og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það viðbúið að atvinnuleysi hlaupa einhverjum tugum prósenta í einstaka sveitarfélögum. Hafið þið séð það svartara? Nei, ég held við höfum aldrei séð þessar tölur áður og vonandi komum við aldrei til með að sjá þetta aftur gerast með þeim hætti sem nú að gerast. Hvernig eru sveitarfélögin í stakk búin til að takast á við þennan vanda? Mjög misjafnlega. Sum auðvitað hafa verið að skila góðum hagnaði og eru kannski ekki jafn háð ferðaþjónustu eins og mörg önnur. Svo eru önnur þar sem atvinnulífið snýst allt ferðaþjónustuna og þar erum við að sjá atvinnuleysistölurnar fara í jafnvel yfir 40% gætu það endað í. Og í þó nokkuð mörgum sveitarfélögum erum við að tala að atvinnuleysi komið í kringum 20%. Og þetta er auðvitað grafalvarlegt. Sjáu þið fyrir ykkur að stjórnvöld þurfa að beita einhverju sértækum úrræðum á ákveðnum svæðum? Já, ég held að það sé engin spurning. Það verður að koma til móts við þessi sveitarfélög, það verður að tryggja fjármuni til vinnumarkaðsúrræða og það verður hreinlega að skoða sértæk úrræði þar sem ástandið er þannig að það eru bara ekki fjármunir að koma í kassa sveitarsjóðana. Við erum að sjá gríðarlegt fall á tekjum bæði í útsvari, í þjónustugjöldum og líka í jöfnunarsjóðnum. Þannig það er alveg morgunljóst að það verður að grípa til aðgerða gagnvart sveitarfélögunum hvað þetta varðar. Bara östuð þinn bær Hveragerði, þar sem við erum stödd, hvernig er staðan þar? Já, Hveragerði er auðvitað gamall og gróinn ferðamannabær. Við erum að sjá atvinnuleysi hér komið í kringum 15%. Við höfum ekki áður séð jafn mikið, en við höfum fulla trú á því að það komi betri tíð, bæði hjá okkur og öllum öðrum. Við þurfum bara að þreyja þorrann og meðan þetta gengur yfir. Takk fyrir það, Aldís. Og við látum það verða að loka orðin hérna úr Hveragerði. Já, takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson. En þá í annað, læknar og fleiri vísindamenn hjá Johns Hopkins háskóla sjúkrahúsinu í Bandaríkjunum rannsaka nú hvort tæki og uppfinning íslenska svefnrannsóknarfyrirtækisins Nox Medical nýtist í meðferð COVID-sjúklinga og gjörgæsludeild. Vonast er til að tækið geti frestað því eða hindrað að sjúklingar þurfi meðferð með öndunarvél.
Prófessor í smitsjúkdómalækningum og læknir á gjörgæsludeild spítalans segir að tækið geri læknum kleift að mæla öndun og súrefnismettun í rauntíma á mjög nákvæman hátt sem önnur tæki geta ekki. Rannsóknir hafa sýnt að súrefnisupptaka sjúklinga í öndunarvél batnar með því að leggja sjúklinga á magan en ekki vitað hvað áhrif stellingin hefur á sjúklinga sem ekki eru í öndunarvél. Það mun tækið frá Nox Medical hjálpa til við að meta. So we're testing this hypothesis that maybe even before you get to the mechanical ventilator, if you put patients on their belly, whether that improves their oxygen levels and whether potentially they can even avoid going on to mechanical ventilation. Rannsóknin sem að fara í gang verður gerð á sjúklingum sem ekki eru komnir í öndunarvél og beinist að því hvort hægt sé að hafa áhrif á öndun og súrefnisupptöku með því að breyta stellingu sjúklingsins. Vísbendingar séu að svo sé en klínískar rannsóknir skorti. So we're trying to bring several medical centers together to conduct a clinical trial that will help us understand this a bit better. So we are still in the phases of launching the trial, conducting it, because this epidemic is far from over at this point. Johns Hopkins spítalarnir eru 5 á austurströnd Bandaríkjanna, flestir í nágrenni Baltimore og Washington borgar. Punjabi segir stöðun á þeim ekki ósvipaða á öðrum spítölum í norðausturhluta Bandaríkjanna, þótt ástandið sé ekki jafn slæmt og í New York borg. Mikið álag sé á gjörgæslum sem sinnina alfarið COVID-sjúklingum en eru ekki yfirfullar. Johns Hopkins spítalarnir hafa verið vel undirbúnir til að mæta faraldrinum með nægt starfsfólk og hlífðarbúnað sem hafi reynst eitt það mikilvægast í baráttunni. Johns Hopkins framarlega í heiminum í rannsóknum á sviði heilbrigðisvísinda en hefur sú sérstæða nýst í meðferð COVID-sjúklinga. Yeah, I think that our approach to trying to really rigorously examine questions, whether it's a drug trial, whether it's a trial on therapeutics of mechanical ventilation, I think the research environment is very important because we can ask difficult questions and really undertake the work and collaborate with other institutions in doing some of this research, because I don't think one institution can just solve the answer for any particular research question. Traust almennings til umfjöllunar fjölmiðla farsóttina vex með hverri viku samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Fólk hefur minni áhyggjur en áður af heilsufarslegum áhrifum veikinnar. Gallup hefur 5 sinnum frá því faraldurinn braust út kannað afstöðu fólks til eins og annars sem tengist veikinni. Síðasta könnun sem stóð frá 7. til 17. apríl sýnir að þeim fer fækkandi sem hafa áhyggjur af heilsufarslegum áhrifum veikinnar. Í byrjun apríl höfðu tæplega 58% miklar áhyggjur en sú tala komin niður í rúm 50%. Eins og áður njóta almannavarnir og heilbrigðisyfirvöld trausts tæplega 90% af þjóðarinnar. Það sýnir líka ánægju meirihlutans með heilbrigðisyfirvöld að sífellt fleiri telja þau gera hæfilega mikið til þess að bregðast við farsóttinni. Traust almennings til fjölmiðla hefur vaxið með viku hverri frá því að þessar mælingar hófust miðja mars og nú treysta slétt 80% aðspurðra umfjöllun þeirra COVID-19. 22% sögðust hafa verið í sjálfskipari sóttkví á síðustu dögum, svipað og í byrjun apríl. Ef litið til afstöðu fólks eftir því hvaða stjórnmálaflokk það styður sína niðurstöðurnar, að stuðningsmenn Miðflokksins og Framsóknarflokksins óttast minna en aðrir að smitast af veirunni. Það stemmir enda við það að fæstir úr röðum stuðningsmanna þessara tveggja flokka, auk Viðreisnar, telja sig hafa verið með sjúkdómseinkenni sem líkjast einkennum farsóttarinnar. Stuðningsmenn Pírata bera minnst traust til ríkisstjórnarinnar til þess að takast á við efnahagslega áhrif veikinnar, en stuðningsmenn Viðreisnar og Vinstri grænna bera mest traust til umfjöllunar fjölmiðla. Og það eru helst stuðningsmenn Miðflokksins sem telja að heilbrigðisyfirvöld geri of mikið til að bregðast við COVID-19. Vestrænar fataverslunarkeðjur hafa afpantað flíkur í stórum stíl frá verksmiðjum í Bangladesh. Milljónir verkafólks eru án vinnu og mörgum hafa ekki verið greidd laun vikum saman. Vinsælar fataverslanir sem margir Íslendingar kannast við, eins og H&M, Primark og Marks & Spencer, hafa hætt við stórar pantanir vegna ástandsins, sem hefur þær afleiðingar að stórum verksmiðjum lokað og verkafólk sent heim. 100 komu saman til þess að mótmæla ástandinu í höfuðborg Bangladesh í gær. 4 milljónir starfa við vefiðnað í nærri 4.000 verksmiðjum í landinu, langmest konur frá dreifbýlum svæðum.
আছে কিন্তু তারপরে আমাদের পেটে খাবার নেই, আমাদের সংসার চলছে না, তাই আমরা সব লোক একসাথে হয়েছি। আমাদের জীবনের কোনো মায়া নেই এখন আমাদের পেটে খিদা, এটাই সবচেয়ে বড়। এখন আমাদের এগুলো কে দেখবে? Mörg hafa ekki fengið laun í alltaf 2 mánuði en ástandið hefur ekki aðeins slæm áhrif á þau sem missa lífsviðurværi sitt, heldur efnahaginn í heild. Vefiðnaðurinn telur nefnilega yfir 80% af öllum útflutningi landsins. Þótt reiði verkafólks beinist helst að stjórnvöldum og atvinnurekendum hafa eigendur verksmiða gagnrýnt verslunarkeðjurnar fyrir að afpanta stórar pantanir með skömmum fyrirvara. Fréttastofa AP greinir frá því að stórar alþjóðlegar verslanir hafi alls afpantað vörur að andvirði $3 milljarða eða rúmlega 460,5 milljarða íslenskra króna. Dæmi eru að fólk hafi reynt að panta hárgreiðslu fólk heim til sín eftir að hert samkomubann tók gildi. Sjúkraþjálfari sem ekki hefur getað tekið á móti skjólstæðingum að undanförnu býst við biðlistum strax í maí. Sjúkraþjálfarar, hárgreiðslu fólk, snyrtifræðingar og aðrir sem sinna störfum sem krefjast návígis við fólk geta að óbreyttu hafið störf á ný 4. maí. Þessi starfsemi hefur legið niðri frá því hert samkomubann tók gildi 24. mars. Hjá Sjúkraþjálfun Reykjavíkur hefur fjarfundarbúnaður verið nýttur og einungis neyðartilfellum sinnt á staðnum. En nú hillir undir að hægt verði að opna á ný og pantanir streyma inn. Það bara mjög fínt sko. Við erum strax byrjað að taka móti pöntunum hjá fólki og fólk bara hringir og sendur okkur póst og við erum bara að fylla alla daga núna í upphafi maímánaðar. Gauti býst við því að það verði biðlistar í sjúkraþjálfun eftir að opnað verður á ný. Margir af skjólstæðingum sjúkraþjálfara eru eldra fólk en það í áhættuhópi fyrir COVID-19. En síðan það bara þannig að við bara vonum það besta að smiti sé í rauninni að mestu farið úr samfélaginu, þannig að ég held að það sé nú alveg óhætt að koma. Við pössum bara upp á allt þetta sama og áður að þvo okkur vel og spritta. Sömu sögu að segja af hárgreiðslu fólki sem hefur ekki mátt vinna í á 4. viku. En frá því tilkynnt var afléttingu bannsins hafa margir pantað í klippingu í byrjun maí. Ég hugsa þetta verði alveg svona vertíð fyrir flesta í þessu starfi sko. Ég veit ekki alveg hvernig fólk ætlar að framkvæma það. Ég vona að líti ekki á þetta sem desembermánuð. Þetta verður svona jólavertíð, fari bara varlega af stað. Við ætlum að gera það. En þrátt fyrir að óheimilt sé að vinna störf sem krefjast mikils návígis við viðskiptavini, segir Grjóni að ýmsir hafi reynt að panta klippingu og jafnvel boðist til að borga aukalega. Já, ég hef alveg fengið talsvert af beiðnum og ég sjálfur hef ekki tekið að mér að fara í heimahús eða taka á móti fólki. Þannig að skora á flesta að gera það bara ekki. Þetta 4. maí, þetta ekki langt í þetta. Við getum alveg beðið þangað til. Það var mikil gleðistund í Birmingham á Englandi þegar hinn 106 ára Connie Titchen var útskrifuð af spítala eftir að hafa veikst af COVID-19. Starfsfólk spítalans raðaði sér upp eftir ganginum og hvatti hana með miklu lófataki. Titchen í miklum áhættuhópi vegna aldurs en hún svo elsta í Bretlandi sem hefur batnað af sjúkdómnum svo vitað sé. Hún fædd árið 1913 og hefur því upplifað 2 heimsstyrjaldir. Do you feel lucky that you've survived all of this? If I'm lucky, yes I do. Yes I do, really. Are you looking forward to seeing your grandchildren? Yeah. You're looking forward to a nice spot of lunch and then go home? Yeah. I am hungry. You are hungry. Farið verður í aðgerðir til að hindra olíuleka úr breska tankskipinu El Grillo sem Þjóðverjar grönduðu í Seyðisfirði í seinni heimsstyrjöldinni. Bretar sem bera ábyrgð á 5.000 skipsflökum víða heim hafa boðið ráðgjöf og kennslu í að bjarga olíublautum fuglum. El Grillo hefur legið á botni Seyðisfjarðar í 76 ár. Tvisvar hefur olíu verið dælt úr flakinu, fyrst árið 1952 og aftur 2001. Talið að 10-15 tonn leynist enn í skipinu og fer að leka upp á sumrin þegar sjór hlýnar. Olían stráfellir æðarunga og í fyrrasumar vöktu myndir af löðrandi kollum athygli á þessari mengun. Landhelgisgæslan kafaði niður á flakið í október, fann leka úr tærðu mannópi og taldi að hann myndi aukast. Eins og staðan núna hugmyndin að steypa yfir mannópið. Það þó væntanlega smíðaður kassi yfir sem fylltur af steypu.
en sennilega eru sett í það rústritt rör til þess að væri hægt að bora niður seinna meir til þess að ná olíunni úr sem eftir. Nú eru farfuglarnir farin að koma og æðarfuglinn fer að verpa og við viljum ógjarnan sjá sama og í fyrra að missa alla ungana í olíuna. Ríkisstjórnin hefur nú samþykkt aðgerðirnar sem áætlað að kosti 38 milljónir. Kostnaður felst aðalega í veru varðskipsins Þórs og vinnu Landhelgisgæslunnar. Þá verður flakið skoðað árlega og mengunargirðingar hafðar tiltækar. Talið að olía sé á fleiri stöðum í flakinu sem liggur á 40 metra dýpi og mögulega þurfi frekari aðgerðir síðar. En óvíst hvort Bretar taki þátt í kostnaði. Þau mátu aðstæður hérna og geta svo sem lítið gert fyrir en við erum búin að staðfesta eignarhald á flakinu. Hvort að Bretarnir eigi það eða Íslendingar. Ég er að biðja eftir svörum frá Þjóðskjalasafninu. En í millitíðinni þá settum við mig í samband við bresku dýraverndunarsamtökin, RSPCA, og þau eru tilbúin til að koma hingað með sérfræðingar til að kenna okkur að meðhöndla olíublauta fugla. Til greina kemur að halda námskeið víða land, jafnvel í samstarfi við fuglavernd. Ekki vanþörf á enda geta orðið slys eins og lýsisleikinn í Fáskrúðsfirði í júlí 2018. Þá hefur olíublautur fugl sést í Vestmannaeyjum, Reynisfjöru og Víkurfjöru. Það vandasamt að þvo og meðhöndla olíu- og grútarblauta fugla og ekki sama hvernig það gert. Þetta myndi náttúrulega nýtast bara allt land ef fólk getur lært þetta. Þá líka hægt að kalla til fólk ef er stór skaði, verður olíuslys, þá getum við kalla til fólk sem þekki til. Það ekki aðeins íslenskt tónlistarfólk sem leggur sitt af mörkum til að létta fólki í lundina á tímum samkomubanns. Margar af skærustu stjörnum heims ætla að koma fram á 2 klukkustunda tónleikum í kvöld. Þó ekki saman að sjálfsögðu heldur hver á sínu heimili. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Bítillinn Paul McCartney á meðal þeirra stórstjarna sem ætla að tróða upp í kvöld og hann langt í frá sá eini. Ekki má gleyma bandarísku tónlistakonunni Lady Gaga. Hún ein skipuleggjanda tónleikana sem eru haldnir til stuðnings alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem hefur sætt gagnrýni upp á síðkastið meðal annars frá Bandaríkjaforseta. We call it One World Together at Home. It is a love letter to our doctors, a love letter to our nurses and other healthcare professionals who are risking their own lives for the sake of ours. Á sama tíma í gangi peningasöfnun og verða fjármunir meðal annars nýttir til kaupa og hlífðarbúnaði fyrir heilbrigðisstarfsfólk víða heim. Tónleikarnir hefjast á miðnætti á íslenskum tíma og verður streymt á flestum samfélagsmiðlum. Hægt verður að nálgast streymið á ruf.is. Og þá að veðrinu. Áfram spáð suðaustanátt og vætusömu veðri sunnan og vestan til á landinu en hægari vindi og mildu veðri norðaustan til. Hvessir tíma suðvestan til síðdegis á morgun. Elín Björk Jónasdóttir fer yfir veðrið að loknum íþróttum og Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttafrétti kvöldsins. Anton Sveinn McKee, eini Íslendingurinn sem hefur tryggt sér sæti á Ólympíuleikunum, kominn heim frá Bandaríkjunum þar sem hann býr og æfir. Hann segir ástandið hafa mikil áhrif á sálarlíf íþróttafólks. Úrslitin réðust í Íslandsmótinu í e-fótbolta í dag þegar leikið var í undanúrslitum og úrslitum. Liðsfélagarnir Róbert Daði og Aron Þormar úr Fylki mættust í úrslitaleiknum. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Einungis 6 ný kórónuveirutilfelli greindust í gær og hafa ekki verið færri í rúman mánuð. Fólk leitar í auknum mæli til heilsugæslunnar vegna ótta og kvíða. Johns Hopkins háskólasjúkrahúsið í Bandaríkjunum rannsakar nú hvort íslensk uppfinning geti dregið úr líkunum á því að COVID-sjúklingar þurfi öndunarvél.
Samdráttur í sölu á tískufatnaði vegna faraldursins hefur leitt til þess að milljónir verkafólks í Bangladesh eru nú án vinnu. Alþjóðlegar verslunarkeðjur hafa hætt við pantanir og saumaverksmiðjum verið lokað. Biðlistar eru farnir að myndast í sjúkraþjálfun en starfsemin hefst á ný í maí. Rakari býst við mikilli vertíð. Til stendur að fara í nýjar aðgerðir til að koma í veg fyrir olíuleka úr breska tankskipinu El Grillo sem þýski flugherinn grandaði í Seyðisfirði í seinni heimsstyrjöldinni. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum einnig á ruf.is. Sá vefur er uppfærður allan sólarhringinn. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl.